við Hjálmar Friðriksson. Takk fyrir. Hvað segirðu, Hjálmar? Á ég að segja þér aðeins hvað í fréttum núna? Já. Ég ætla kannski bara að byrja að tala Árborg. Já. Það búið að vera alveg, náttúrulega, Árborg búin að fréttum meila daglega núna bara síðustu vikuna einhvern veginn út af fjármálum bæjarins. Já. Og núna eru þeir að grípa til þeirra aðgerða þeir ætla að segja upp 57 starfsmönnum sveitafélagsins. Já, af 1000. Já, 1047 starfa í Árborg í dag í 827 stöðugildum. Já, við vorum eitthvað veltað eitthvað fyrir því áðan, það ekki frekar mikið? Jú, vorum eitthvað að pæli því. Þetta er 10% af bænum sem er í borginni, sko. Eða bænum þá. Já. Bara, við þurfum eiginlega að finna einhvern sem að svona hefur vit á þessu eða þekkir það, hvað er eðlilegt að stórt hlutfall bæjarbúa starfi hjá hennu opinbera í bæjanum. Í fljótu bræði hljómar þetta mjög mikið, sko. Já, það hljómar svolítið stórt. Þetta er alltaf miklu herra hlutfallin í Reykjavík. Já, það er alveg ljóst, sko. Sennilega. En kannski þurfa þeir á þeim að halda. Já, kannski. Það er náttúrulega mikil uppbygging búin að vera í gangi, sko. Það getur líka kannski skýrt af því að það er náttúrulega búið að vera byggja alveg svakalega mikið í Árborg og það er allavega uppbygging í gangi þar. Þeir eru búið stoltir af þessu miðbæ, útvistaða miðbænum, nei, ég er ekki búin að skoða hann eitthvað grannskoðan, ég hef svona bara séðan úr fjarlægð. Hann ávist að vera með kósi. Já, ég á eftir að skoða líka þarna eitthvað mjólkursafnið, já. Það hljómar á skemmtilegt. Já, það er víst eitthvað mjög skemmtilegt svona hreyfiverk á vegg þar sem að mér langar að sjá. Mjólkur hreyfiverk? Já, það er eitthvað sem að sem að er hannað og framkvæmt af fólki sem að ég get ekki, þannig að mér langar að sjá það. Já, ok. Já, en allavega. Það er kostið sitt á? Örugglega. En já, það er allavega nóg að gerast í Árborg núna. Ég sá eitthvað tala það að sko það var líka forvitnilegt að sjá hvað fólk var verið að reka. Var þetta verið að reka skúrika fólki sem er með lægstu launin? Er þetta millistjórnendur með hálaun? Hlutfallið af launaútgjöldum, sko. Já, einmitt. Því að ég kæmi mér ekkert óvart, þetta væri ekkert endilega sko topparnir sem er með hæstu launin. Nei. Þeir halda vinnunni, sko. Já. Það var nú fyrsta verk nýs meirihluta, hækka launin hjá formanni bæjarrás. Já, einmitt. Það fyrsta sem gerðu. Já. Svo svona með við það er svona efinsum að þetta séu topparnir. Það spara í öllu, sko, sjá til. Ég efast að hafa verið að reka toppa þarna, sko. Já, einmitt. Já, við þurfum eitthvað að kanna þetta nánar. Þetta kemur kannski fram á næstu dögum. Já. Herðu, önnur frétt hérna sem að ég rakst á í dag, það eru hjón í Kópavogi sem eru búin að vera að þrífa skólp undanfarið af heimili sínu, því þau lentu því að skólpið stífla í skólpröri og allir því að úrgangur flæddi bara upp klósettinn og upp öll gólf. Þetta er alveg hrikalegt mál. Ógeðslegt. Já, frekar ógeðslegt. Og tryggingafélag hafnar bótaskyldu, bærin vill ekkert gera og þau sita uppi bara með alveg svakalegt tjón. En ég hef áttum ekki alveg, ég hef ekki lesið þessa frétt. Nei. En sko, ef skólpið einhver leiðsla rofnar, hlýtur það þá að vera bærins. Sveitafélag. Já, það ekki. Sko, ég held að það er yfirleitt einhver svona reglur það að skólpið út í rör eða eitthvað svoleiðis er á þína ábyrgð en út í skólpið úr röri og út í brunn er á þína ábyrgð en frá brunninum og út í leiðslukerfið er bærinn. Þannig að hljómar skrítið. Já, en þú veist, einhvern veginn finnst manni samt að það hljóti að hafa áhrif þegar eitthvað svona gerist. Já. Að það sé eitthvað utan við brunnin sem að sé valda því að það gjósi í hináttina. Voru þau með einhver framkvæmdir? Var þetta eitthvað, voru rakansi einhverja leiðslu? Nei, það held ekki. Það held ekki, sko. Þannig að það var bara, sonur
konunar var bara hérna á neðri hæð húsins og það bara fylltist af vatni og svo setna fer skolpaflæðin og þú veist, þetta er bara ógislegt með tilhærandi óþef og ógeðu, svo fer fljótlega að koma mygla í það og þú veist, ég minnst mygla nú svona vægast að ég sko svona myglaðar kókur en getur það ímyndað að bara íbúðin fyllist að kúki? Já, þetta er bara hræðilegt. Þetta er bara einvesta martröð sem maður getur upplifað. Já, þetta er bara hræðileg martröð. Þannig að hérna, og enginn vill bera ábyrgð á þessu. Er ekki allt ónýtt? Þú veist, öll föt og húsgögn, bara kúkalegt öllu. Já, bara kúkalegt öllu, geti ég ímyndað mér sko. Hræðilegt. Já. Herðu, orrustukafbáturinn. Já, það var nú mál dagsins eiginlega, orrustukafbáturinn. Já. Að það er þess að ríkisstjórnina, það sem mjög athyglisvert við þetta, maður hefur ekkert heyrt af þessu, en ríkisstjórnin er búin að vera bara undirbúið þetta í heilt ár. Heilt ár, þá í rauninni frá innrásinni í Úkraínu þá. Já, þá er bara, hafa fóruðir út í það að tala við Bandaríkjaher vantarlega, eða NATO sko, að það þurfi einhvern veginn að gera eitthvað, þú veist, gera einhverja ráðstafanir með Ísland, það þurfi nú einhver að vera aðeins að vakta hérna. Mér finnst þetta bara svo skamsýnt sko, ef þessi kafbátur, segjum að hann, þú veist, bili eða sökkvi og fara að leka hérna kjarnorku úrgangur út og það er bara Ísland búið. Já, þú veist, það er bara af hérna þeim finnst það mjög langsótt sko, öllum svona öryggisfræðingum. Já, auðvitað er alltaf þetta one in a million bara sem gerist það. En það náttúrulega gerðist einmitt í Japan og það gerðist í... Ég er sjálf sér ekkert að móti kjarnorku sko, en þetta er bara svona fyrir þjóð sem er svona háð, þú veist, fisk og umhverfi og það var þetta svona sjávarútvegsþjóð og fyrir hvað rússneski kafbátar get ekki gert innrás á Íslandi, þetta er bara eitthvað svona bull. Já, einmitt. En mér finnst þetta líka skjóta skökku við vegna þess að sko það er svona Ísland er með svona pólicy til dæmis kjarnorkuvopn, að við viljum ekki fá þau inn í landhelgina í flugi og við viljum ekki fá þau inn sem sagt. Og það var lagðu áhersla á það sko við Bandaríkjaher, við viljum ekki vopn og kjarnorkuvopn, það með ekki vera kjarnorkuvopn borði í þessum bátum, en það breytir, ég sé ekki alveg hverju það breytir sko, það á ekki vera kjarnorkuvopn í bátnum, segja en báturinn má ganga á kjarnorku. Já, það er svolítið sérstakt sko. Svo í rauninni sko, ef það er miklu meiri líkur að einhver klikki í opninu heldur en sko einhverju tundurdubli sem með kjarnorkusprengi í sko. En ég veit ekki, ég þekki þetta ekki sko. Jú, ég þykist þetta það. Nei, ég segi svona. En það er einhverju svona öryggisfræðingar sem að finnst þetta bara allt í þessu fína. Já, það var hérna Friðrik Jónsson, hann segir að þetta sé bara svona, svona hver landa háttur í okkur að vilja ekki kjarnorku og báta við Íslandsstrendur sko. Já, einmitt. Sem er bara, þú veist ekki eins og segi, ég skildi ekki sko svona... En það er eitthvað við þetta líka sem að, ég veit ekki, að því nú sko mér finnst þetta að vera svona bætast við svona, þú veist rafbyssurnar og þú veist, eitthvað í einhvern veginn öllum þessum það er svona aukast hérna við varnarmálin aftur hérna og það er að verða einhver svona spenna og ótti. Já, og sko þetta er náttúrulega það sem að þessi varnarsérfræðingar allir virðast ekki sko talum þetta er náttúrulega bara einhverja fantasíur, hvað er rússar að fara að gera innra og synga bara upp úr þöru, þú veist, þetta er bara þvæla, þetta er aldrei að fara að gerast. Já. Nei, ég meina, þetta er bara sko þess að það myndi gerast þar að þriðja heimsstyrjöldin hafa skollið á og þá var þetta sko ekki fyrsta þetta var ekki fyrsta skotið. Nei. Þetta var kannski þegar sko eins og bara ef við horfum á seinni heimsstyrjöld það var sko Ísland var hernum eitthvað ári eftir stríð og þá var það nú sko miklu meiri til heldur núna. Þetta er bara svona fantasíur, það er enginn í nákomnari framtíð að fara að gera innra og synga. Við svo sem vitum ekkert um það, Úkraína vissi svo sem ekki að Jú, Úkraína er náttúrulega hliðin á Rússlandi. Ég segi svona. Ég meina, þetta er bara bull. En við erum sömur segja að við séum alveg svona ídeal tilrauna sprengju eyja út í Ballarhafi.
Hvað meinar að Rússa myndu byrja að sprengja okkur? Já, bara svona, að því við erum bara svona lítið, það er lítið mannfall meðan við svona Evrópu. Þú veist, að því við erum svo fá og Þetta er bara bull. Já. Nei, ég meina, þú veist, öll þessi varnamál, þetta er bara svona, ég hef á tilfinningum, þetta séð eitthvað svona, einhverju erindrekar og einhverju svona búrokratar að búa til störf fyrir sjálfan sig, að hérna, varnamál Íslands, þetta er bara bull og okkar vörn er bara sjórinn. Já, hann er bara sjórinn, nefnt, og það að við séum svolítið langt í burtu og það hinga sér lítið að sækja og líka eða brennra þess að gera bara saman setna heimstyrjöld og bara, bara velkomnir og ekki vera og, þú veist, mesta hættan setna í kaldastríðinu, bestu rökin fyrir því að vera ekki með her á Íslandi var svo að ef allt myndi fara í háaloft, það myndur síður sko, það væri ekki tilitn til þess að setja kjarnorkusprengju á Ísland eða það væri ekki herstöðin. Nákvæmlega. Svo, já. Já, þetta er óskiljanlegt. Já. Heyrðu, Ragnar Þór Ingólfsson sagði við Rauðaborðið henni í gær að hann væri að hugsa að boða til mótmæla gegn aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart verðbólgu og vaxtahækkunum Seðlabankans. Já, það er alltaf bara gott mál. Já, það vonast til þess að fleiri verkalýs... Ég veit samt ekki hvort að mótmæli sko myndu... Hvað þau muni hafa mikil áhrif sko, þó að þau væri fjölmenn sko. Já. Þannig ríkisstjórn einhvern veginn að... Það hlusti ekki á neitt. Já, heldur að þau myndu... Já, það er spurning samt sko hvort að... Sko, nei, ég held að það sé ekki rétt, sko. Ég held að við erum allt og löta að mótmæla og það er kannski að þegar við höfum ekki verið að mótmæla neinu sem að ríkisstjórnin kemst upp með allt núna, þessi ríkisstjórn. Af því við höfum ekki verið nótuglega mótmæli vetur, það búið að vera kalt í vetur, það búið að vera mikill snjór, það búið að vera svona óhagstætt fyrir fólk að standa út á Austurvelli og stappa niður fæti. Það vantar einhvern veginn, sko, þú veist, ef við horfum bara í síðust ár, það hafa alltaf verið reglulega mótmæli, fjölmenn mótmæli, en það er alltaf eitthvað svona tilefni, alltaf eitthvað svona skúpp eða bomba, svona vindris eða það var svolítið kannski vanta eitthvað svona stóra móment. Við erum samt með alveg sko risa stórt móment núna í formi þessar stýrivaxtahækkunar og 10% verðbólgu og það að einhvern veginn Seðlabankinn gerir það sem hann gerir þarna trekk í trekk að hækka stýrivexti á sama tíma og ríkisstjórnin gerir ekkert. Já, en það er bara svona eins og froskurinn í pottunum sko, það er ekki svona mómentið svona einhverja Ég held að það er búið að koma alls konar samt svona móment finnst mér sko. Já. Það er fyllt til þess að mótmæla og mómentið, ég tala nú ekki sko mómentið þegar sko samtök atvinnulífsins ætluðu að gleypa Eflingu og með húð og hári með því að setja verkbann á alla og gleypa bara atvinnu og í rauninni bara eyðileggja þú veist baráttutæki vinnandi fólks. Ég hugsaði þá skildi ég ekki okkur fólk var ekki bara tjúllað. Það varði ekki alveg að því sko. Nei, því var afstýrt sko. En það var enginn eitthvað byrjaður að plana mótmæli. Nei, og líka að maður ekki gleyma að stærstu mótmælin eru yfirleitt það millistéttin finnur fyrir því sko. Eða svona vindris úti, það var eitthvað svona skömmustu mál sko. Þá var það Sigmundur, þú veist, þjóðin til skammar sko og þá mætti allir sko. Og síðan búsvaldabyltingin og er ekki ein mótmæli þannig stór sem ég er að gleyma. Það eru búin að vera fleiri mótmæli sko. Ég meina svona stór sem að höfðu sko það sem ríkisstjórnin sprakk og svona Jú, það var náttúrulega barnanýðings það voru alltaf mótmæli því uppreisn ærumálin. Já, ég þekki það nú vel og það kom aldrei alveg mótmæli því Jú, það komi mótmæli uppreisn. Já, það sem bara faðir einnar stúlkunar var að halda það voru Bergur, já. Það voru mótmæli í kringum það sko og þar var það Björt framtíð sem að sprakk sko eða sprengdi ríkisstjórnarsamstarfið. Heldur að VG sprengi ríkisstjórnina? Nei, ég held að VG sé í sko með Stockholm-syndrom bara hafa mjög háskala. Ég held að taktikinn hjá þeim sé bara að sko þau halda að þeir bara þurrkist út alveg eins og Björt framtíð. Já, þau eru náttúrulega að góðlega með að vera búin að þurrkast út. Já, þau gera það hvort sem er líklega sko, en sko þau eru svona vonað að eitthvað gerist
fram á kosningum. Þess að þau eru aldrei kannski, þau hafa einhver að tapa sko, í rauninni, það er málið. Þess að held ég að þessi ríkisstjórn sko, hún muni hanga. Ég held það líka. Jæja, næsta mál. Herðu, héraðsdómur Reykjanes sakfelldi 5 einstaklinga vegna umfangsmikilla skattalagabrota. Það eru 8 ár liðin frá því að þessi rannsókn hófst. Þangað til dómur kveðin upp og það fá allir í rauninni það fá allir skilorðsbundin dóm út af því að það er liðin svo langur tími. Já, þetta er bara nánast sko íslenska dómskerfið að vera kvart yfir breska. Já, ég ætla að segja það vera kvart yfir þessum 2 árum. Já, en þetta er bara þetta er svakalegt. Ef þú skoðar í alvörunni íslensk réttakerfið, þá er fangilsin er öll yfirfull. Já. Þó þessi dæmdur og ekki skilorð, þá kannski líða 2 ár þannig að þú ferð inn. Já. Og sko já þarna ég menna eru 8 ár skilu þú getur verið búin að fólk átta sig ekki á því þú getur alltaf verið orðin sko 8 barna faðir ég myndi fá 3 ára dóm fyrir að berja þig hérna núna nei, segjum svona að þá myndi ég sko ég myndi þurfa að fara inn eftir 2 ár kannski og setja mestalagi ár og hérna sko ég var komin bara á Kvíabryggju sko bara strax eða sko það er engin refsing á Íslandi eins og það er bara þú þarft eiginlega myrðið einhvern til þess að fara í fangilsi eða smygla dópi eða smygla dópi því takk hart í því við kannski förum kannski í þá frétt núna í kjálfarið að það er sagt, frétt það núna að Páll Timbusali er að fara áfrýja hérna í stóra kókaínmálinu. Hvað fekk, þetta fór fram með mér, hvað fekk hann þungan dóm? Hann fekk ekki þyngsta dóminn held ég, eða hvað? Fekk hann, sakborningur sem hluti þyngsta dóminn hefur áfrýjað, 2 hafa ekki tekið ákvörðun. Ég man ekki hvort að Páll fekk þyngsta dóminn, kannski fekk hann bara þyngsta dóminn. En allavega ég fór bara að velta því fyrir mér sko, og hvort að hann er að áfrýja núna sko, ég veit að ég bara byrjaði að spinna einhverja sögu í hausnum sko að þetta er náttúrulega svo mikið farsakent eitthvað, þetta er svo mikið með því áfrýja það náttúrulega dregur það enn lengra þá þú þetta að fara í fangilsi sko já, þú þæfir í rauninni ég meina, er hann ekki svolítið gamall þetta er bara fullar maður, þetta er mjög sérstakt mál sko með þennan sakborning sérstaklega, því að hann var ekkit í einhverju svona dóbrugli eða þú veist, hann bara svona eldri maður sem tekur einhverju svona rosalega ranga ákvörðun. En sko, ég nútlega að segja er það eitthvað skárra, því að það þýðir að hann vantal fór í þetta bara græðki margi mestæla meiri málspætur að menn sé í rugli og séu þar að landa, ég veit það ekki þá alltaf í einhverju rugli hann náttúrulega var í því rugli að taka þessa rugli ákvörðun en ég veit það ekki en hann allavega, ég hugsaði með mér sko núna því að þeir voru að taka hann hérna ná einhverjum rosa íslenskum kókaín barón hann var nú tekið fyrir hass hann var líka með eitthvað hann var líka með eitthvað kókaín sko. með mörg járn já þannig að því að það var kvarta svo undan því í þessu máli í rauninni að þeir hefðu stoppað rannsóknina og lögreglan í rauninni klikkar alveg gjörsanlega viljandi og óviljandi ekki í fyrsta skipti eins og ég segi, viljandi og óviljandi, maður veit ekki þannig að þeir í rauninni hefðu geta náð þessum höfupaur það er eiginlega bara svona þetta gerist eiginlega öllum svona málum svona stórum fíknarmálum við handtókum mannin og snemma og náðum ekki höfupaur og þetta er svona búið að gerast það ofta þetta er ekki trúuröld lengur sko. Nei, nákvæmlega sko, hvort hefur að trúa íslenska löggan séu bara svona aulaborðar svona, eða spiltir hvort er betur verra? Já, hvort er verra, nákvæmlega Herðu, það var frétt líka að á 2.000 Venezuela búa bíða núna eftir að útlendingastofnun stöðvaði afgreiðslu
mála þeirra. Hvað verður það þá? Það er góð spurning sko. Það var greint frá því fréttum RÚV fyrir helgi að afgreiðsla umsóknum alþjóðlega vernd frá Venesúela væri hafin að nýju eftir að Útlendingastofnun stöðvaði hana í desember í fyrra til að endurmeta aðstæður og þeir eru búin að vera að fjalla um þetta núna undanfarið eitthvað og búið að rökraða mikið um þetta á þinginu. En sko, ég held að þetta er náttúrulega svo skrítið mál að því sko þeir sjálfstæðismennir í einhverjum rosalegum miskilning með af hverju verið er að hleypa Venesúela búum inn í landið. Og það er svona lagaflækjur í þessu sko. Þetta er svona hálfgerð samsæriskenning að sjálfstæðismenn hafi viljað búa til rosalega grílu svona Flórida Íslands þetta væri já, við erum að búa til Flórida á Íslandi þetta væri svona allir þessi flóttamenn væri þá vantarlega hægri menn Svo er það samt ekki einu sinni vist sko hann Smári var með strákmann frá Venesúela daginn og hann vildi meina að þetta væri bara bull. Já. Svo maður veit að ég veit það ekki gett sko til sko. Nei, einmitt. Þannig fannst þetta smá samfærandi samsæriskenning sko. Því að með við sko hvað eru harðið við alla aðra, af hverju eru bara að segja já amen við þá sem kom frá Venesúela sko. Þetta er náttúrulega þeir voru búin að bara ákveða það að þarna væri svo hræðileg vinstri stjórn að þeir eru að bjarga fólkinu. Já, miklu verða þarna heldur í Írak eða eitthvað. Þetta er bara stór skrítið, þetta er bara mjög fáralegt og þetta náttúrulega fór í andlitið á þeim aftur. Já. En ég veit ekki hvað þeir ætla að gera núna sko að Þeir er kannski frétt það að þetta væri bara ekkert allt hægri menn. Já, þannig að þeir eru bara að stoppa þetta. Já, það getur verið sko. Já. Nei, þeir náttúrulega áttuðu sig á því að það voru bara farnar einhverju auglýsingaherferðir í ganga það sem var að auglýsa hérna frábært menntakerfi og velferðarkerfi á Íslandi og bara frábært tækifæri. En það segir nú samt sitt að þetta er nú ekki fleiri sko. Já, það segir líka sitt sko. Ég held að búum 20 miljóna í Venesúela sko, 30-40 miljónir. Það er 2000 sem enna kom eitthvað. Já, það er bara einhverju örfár. Já. En þeir, það verður forvindilegt að vita hvernig þetta endar. En það er annað núna, að því núna alltaf hefur bæði Venesúelum verið bara hleypt ótakmarkað hingað inn og svo hefur við náttúrulega verið að taka móti Úkrænumönnum líka. Þannig að hlutfall grunnskólanema með erlent móðumál hefur aldrei verið herra. Það eru nærri því 14% grunnskólanema á Íslandi eru með annað mál en íslensku á móðumáli. Þá fer ég nú að hugsa eitt að sko einhverstað sá ég að hlutfall hvort það sé íbúar eða bara með kennitölu ég held þess ekki ríkisborgarar á Íslandi væri 25% sko. En í grunnskólum er það bara 13%. Þetta í rauninni hlutfallslega er þetta miklu sko færri börn heldur en fullorðnir sko. Fattar þau? Er það ekki? Nei, er ekki fullorðnir eitthvað 10% eða? Nei, ég sá einhverstað 20 sko. 20%? Já, 25 sko. Það var einhverstað sá ég það. Já. Ég held en er það ekki, nei það er það ekki eðlilegt í rauninni? Að sé þá það sé fleiri fullorðnir Jú, ekkert endilega Nei, ég veit ekki Nei, ég veit ekki Ég var bara alltaf að fatta þetta núna sko. Þú er að beða Gunnar Smára að reikna þetta út hann er með flinkur í svona prósentureikningi En sko, með við það þá er sko, nei, ég meina þetta meikar alveg sens að einhver leiti að segjum þetta sé 25 að þá er kannski sko mjög mikið af því bara svona faraldsverkamenn sem er ekki til að með börni sinni sko. Já, það er endar alveg rétt sko. Það er náttúrulega mikið af faraldsverkafólki en en stundum er, einmitt jú, einmitt en ég veit ekki Herðu, ein svona kostuleg frétt í lokin að hann Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins fekk 10 á leigubílaprófinu sínu og ætlar að bjóða upp á engaferðir til Eyja
Já. Þannig að hérna, varstu hissa? Nei, ég var ekki hissa. Þetta kemur með reynslunni. Þetta kemur með reynslunni, hann hefur náttúrulega gríðarlega reynslu að því að keyra. Já. Þannig að hérna... Þetta er örugglega það skemmtilegsta sem hann gerir. Ég hugsa það sko. Þess náttúrulega hann bara... Sumum finnst rosa gaman að keyra. Já, einmitt. En hann er bara á þingi að plana bara næsta skref og... En byrju, hann er ekkert að hætta á þingi. Já, ég meina... En hann er ekkert gefið í skinn hans að hætta. Hann er ekkert minnst á það. Svo ætlar hann kannski við kannski að borga fyrir þessu túrista. Kannski. Ég veit ekki hvað hann er að hugsa sko. Akstuskjald hérna, það var nú alveg líkt honum sko. Já. Þetta er svona. Herðu. En hann var vist ekki meti lengur. Nú, hver á meti? Nei, það er þingmaður VFG. Nú, hvað þingmaður? Hann er fyrir norðan og er bróðir Ásgeirs seðlabankastjóra. Nú? Ég man ekki hvað hann heitir. Hann Jónsson, vantarlega. Og hann er fyrir norðan, VFG. Hann keyrir eins og vindur. Já, hérna hér. Ég einhvern tíma árið að skoða þetta og þetta var bara svona stjarnfræðilegt sko. Hann var eins og hann var að keyra bara sko hann var eins og var að keyra meira en að svæfi sko. Já, hérna hér. Já. Herðu, meiri fréttir á morgun, þetta er orðið nóg í bili. Já. Ég ætla að fá hérna Sonju Magdalenu, Mörtudóttur og Trausta Breiðfjörð Magnússon hérna að rauðaborðinu eftir smástund. Takk. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.